Góðan daginn, Arnbjörg Stefánsdóttir heiti ég, skólastjóri Brekkubæjarskóla á Akranesi. Og ég heiti Rut Jörgensdóttir og í þessu verkefni þá er ég doktorsnemi. Og einnig er með okkur hún Heiðrún Janusardóttir sem er verkefnisstjóri æskulýðs- og forvarnamála á Akranesi. Það sem við ætlum að fjalla það er stefna Brekkubæjarskóla í þjónustu við alla nemendur, þverfaglega samvinnu, raddir barna og segja ykkur frá verkefninu okkar þáttaka í samvinna, valdefling barna. Sýn Brekkubæjarskóla varðandi skóla margbreytileikans, það er að skapa menningu sem fagnar margbreytileikanum, að allir starfsmenn séu jafn mikilvægir, að horft sé á þjónustu þörf en ekki greiningar og að horfa styrkleika en ekki veikleika nemenda. Það er þannig að flóknir nemendahópar þeir kalla á nýja hugsun og hjá okkur það fórum við í endurskipulagningu á allri þjónustu við nemendur með sérþarfir. Við fórum í að breyta hugsunarhætti varðandi nemendur á sérdeild skólans og annarra nemenda. Við vorum með sérdeild en við erum búin að leggja það niður. Við erum eins og áður sagði að horfa þjónustu þörf en ekki greiningar. Það var margt sem við þurftum að hætta sem stuðlaði að greiningu, bæði nemenda og starfsmanna. Við fórum frá því að ráða stuðningsfulltrúa á ákveðna nemendur, nú þeir ráðnir inn í árganga, og að koma því á hjá okkur að öll börn eru allra starfsmanna. Við erum núna með þverfaglega árgangateymi og við teljum að lykillinn að árangursríku starfi þar sé samsetningin í starfsmannahópnum. Við erum bara með einn bekk undir í hverjum árgangi, skiptum ekki upp í bekkjadeildir. Þetta gefur tækifæri til mismunandi hópaskiptinga eftir því hver verkefnin eru og allir starfsmenn þekkja alla nemendur árgangs. Eða bekkjar. Krakkarnir vilja við segjum bara bekkur. Í hverju árgangateymi hjá okkur eru fagaðilar stoðþjónustu sem getur verið í rauninni mjög fjölbreytileg menntun þar að baki eftir því hvað hentar inn í árganginn hverju sinni. Núna erum við með iðjuþjálfa, kennara, sálfræðing, tómstunda- og félagsmálafræðing og þroskaþjálfa. Og þroskaþjálfar eru fjölmennasti starfshópurinn í stoðþjónustunni. Umsjónarkennarafjöldi fer eftir fjölda nemenda og úthlutun kennslustunda. Og stuðningsfulltrúar, við erum allavega einn stuðningsfulltrúi í hverjum einasta árgangi og svo fleiri inn í árgangunum ef að samsetning hópsins er þannig. Það eru til dæmis fleiri stuðningsfulltrúar í teymum þar sem eru nemendur sem þurfa mikinn stuðning og mikla stýringu allan skóladaginn. Hlutverk árgangateymanna er að skapa menningu sem virðir og fagnar margbreytileikanum, skipuleggja og framkvæma nám og kennslu fyrir alla nemendahópinn, kortleggja og mæta einstaklingsþörfum, deila og dreifa ábyrgð innan teymis og að allir vinni að sömu markmiðum. Samstarfið í teymunum er bara almennt mjög gott. Það er almenn ánægja með fyrirkomulagið meðal allra starfsmanna. Við teljum okkur vera réttri leið og það vill enginn snúa tilbaka. En við það sem við sjáum að lykilatriði í farsælu starfi í árgangana er að árgangateymi geti haft að minnsta kosti einn sameiginlegan fundatíma á viku. Þar sem stuðningsfulltrúinn og allir aðrir í teyminu geta hist og fundað. Og við sjáum það, og sérstaklega eftir COVID, að það er mikið samstaða, gróska og vinátta innan teymanna. Og hérna er tilvitnun í nemenda 10. bekkjar sem lýsir þessu kannski ágætlega þessu samstarfi innan teymanna. Hann segir, þetta rennur bara mjög slétt. Þetta gerist bara allt í einu í svona fullkomnu. Við erum mjög heppin með aðstofafólk, mjög svona vingjarnlegir, bæði við nemendur og hvert annað. Þeir bara setja sig á svona nokkra staði í stofunni og eiginlega skipta svona á að hjálpa. Og þetta finnst mér segja okkur það að nemendur eru ekki að aðgreina hver er hvað af starfsfólkinu í teyminu. Við höfum í Brekkubæjarskóla lengi verið að leita leiða til að virkja þátttöku barna í skólastarfi og auka nemendalýðræði. Við höfum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi og fögnum því mjög þegar Akranes skrifaði undir að vera barnvænt samfélag. Það gerist núna bara vormánuðum 2020. Og bara núna fyrir stuttu hlustaði ég á fyrirlestur hjá danskri konu sem heitir Pernille Ripp. Og þessi tilvitnun í hana, student's voice is only meaningful if someone is listening. Það finnst mér segja allt sem segja þarf mikilvægi þess
að við hættum að hlusta, heldur heyrum við líka hvað krakkar segja, hvað nemendur segja og tökum tillit til þess að þau hafi áhrif. Já, og þetta er einmitt markmið með verkefninu okkar, þátttaka er samvinna og er þetta verkefni samstarfsverkefni Brekkubæjarskóla, frístundamiðstöðvarinnar Þorpsins og rannsakenda við menntavísindasvið HÍ sem er þá ég sem doktorsnemi og Hafdís Guðmundsdóttir leiðbeinandi minn. Og þetta verkefni er stýrt af Sprotasjóði og markmið verkefnisins eru þá að valdefla börn til þátttöku í eigin lífi, búa til farveg fyrir raddir þeirra og stuðla í leiðinni að aukinni þátttöku barna í þróun skóla og frístundastarfs. Og rannsóknarspurningar sem við höfum að leiðarljósi, það er hvernig upplifa börnin sitt skóla- og frístundaumhverfi með tilliti til menntunar fyrir alla og hvernig getum við skapa ramma utan starfshætti og tryggt öllum börnum möguleika til þátttöku og að upplifa það að eiga hlutdeild. Og þetta verkefni er sett upp sem þátttöku starfendarannsókn, þar sem að þáttaka er dálítið kjarnaatriði í þessu verkefni einmitt, stuðla að þátttöku í gegnum þátttöku og allur skólinn er þáttakandi og árgangunum, sem sagt árgangarnir eða nokkra árgangar saman taka þátt í, sem sagt börnum er boðið upp á að taka þátt í skapandi verkefnum, en svo núna er miðstigið að hefja vinnu sem heitir Draumaskólinn minn og börnin fá sem sagt að skapa draumaskólann sinn. En svo þessari vinnu fylgt eftir með rannsókn eða viðtal. Þannig að þá kem ég og tek viðtal við börnin eða spjalla við börnin börnin sín og spurði þau svona dálítið út í það. Og svo deilum við niðurstöður, þess ræðum við saman, svo deilum við með þeim sem að eiga aðild og þurfa að heyra þetta. Og svo bara hefur það vonandi afleiðingar að það verður meiri þáttaka og lýðræði, valdefling, breyttir starfshættir, nýtt verklag, nýja verkferlar, mikið lærdómur og svo aukin samvinna á öllum sviðum. Og mér langar að segja ykkur aðeins meira frá þessum fyrsta áfanga verkefnisins sem að fór fram núna á vorun 2020, þrátt fyrir COVID náðum því. Og það var samvinna við 10. bekk. Og skapandi verkefni þeirra var að búa til auglýsingu til þess að auglýsa eftir nýjum kennara við skólann. Og þau máttu ráða útfærslu á þessu verkefni, en sem sagt áttu að taka fram hvað þeim hvað finnst gott við skólann, en máttu svo sem líka benda á eitthvað sem betur mætti fara. Og eftir það þá tók ég sem sagt viðtöl við hópana, þetta var hópavinna, þannig að ég spjallaði við hópana verkefnið þeirra. Og úr þessari spjalli og þessum viðtölum komu fjölmarga niðurstöður sem að við tókum svo saman og kynntum á starfsmannafundi hjá starfsfólki Brekkubæjarskóla í maí 2020. Og þessar niðurstöður verða svo sannarlega nýttar í áframhaldandi vinnu og nú þegar er verið aðeins að vinna með það sem kom þar fram. Ég ætla að sýna ykkur smá sýnishorn. Þetta er veggspjald sem að einn hópur bjó til. Og þarna einmitt, eins og Arnbergur var að segja áðan, að þá börnin sem sagt, þau sjá bara mjög fjölbreytilegan starfsmannahóp sem að vinna með þeim. Og það gletti náttúrulega mitt þroskaþarfa hjarta að sjá það strax í lið númer 2 að það sem sagt vinna sem þroskaþjálfa eru hluti af þessu starfsteymi ásamt sá umsjónarkennara, skólaliða, stuðningsfulltrúa og svo kennara í fögum og svo öllum öðrum sem geta komið þar að. Og svo líka að Brekkubæjarskóli er bráðskemmtilegur skóli sem er bæði fjölbreyttur og virkur skóli. Það er alltaf fjör sama í hvaða bekk þú kíkir í. Og þegar ég spurði krakkana hvað er virkur skóli, þá var mér sagt að virkur skóli sé skóli þar sem börn taka virkan þátt og hafa áhrif og óvirkur skóli er skóli þar sem að börn hafa bara ekkert að segja. Fleiri niðurstöður sem að svona dálítið opna kannski augu fólks fyrir alls konar hlutum. Það eru nokkur dæmi til dæmis að börn eru alveg hörð á því að það er ekki nóg að heyra bara hvað við erum að segja, heldur þarf líka að hlusta á það og bregðast við því. Og við tölum mikið þátttöku og hópa og hvað veldur því að fólk annarkvort er þáttakandi eða ekki í félagslífi til dæmis. Og þau vilja meina að það sé mjög mikilvægt að byrja snemma á því að þjappa hópnum saman og leyfa öllum að kynnast. Ekki seinna á miðstigi, þannig að byrja snemma, ekki bíða lengi. Nemendur geta kynnst í gegnum hópavinnu og geta mögulega orðið vinir. Og það er mjög mikilvægt atriði sem að þau benda á hér, að þau segja að það þarf að búa til aðstæður þar sem að börnin geta kynnst í gegnum einhvers konar verkefni, í gegnum einhvers konar samvinnu og þá getur afleiðingin verið að þau geta orðið vinir.
Segja líka að það sem að getur hindrað þátttöku, það til dæmis að krakkar séu hræddir við að aðrir tali niður til sín, hræddir að gera þess að fífli, þora þess vegna ekki að koma fram eða biðja að koma í hóp og töluðu einmitt það að það væri hægt að vera fyrirbyggjandi í því og með því að byrja nógu snemma að þjappa hópnum saman. Það sögðu líka, þetta var mikilvæg ábending, að allir þurfa að fá tækifæri að vinna með öðrum í hópi, að það væri ekki gott fyrir börn að vera of mikið sér. Af því að það er svo mikilvægt að vera með hópi, læra öðrum, af því að það undirbýr mann fyrir fjölbreytt og fyrir framtíðina. Og svo þessi punktu að það getur verið hamlandi að hafa fullorðna manneskju hangandi yfir sér í hópavinnu og fá aldrei að slugsa og spjalla eins og hinir. Og ég held að þetta hafi einmitt verið svona mjög eye-opening fyrir starfsfólki að hlusta á, að það sem sagt, það átt við það að ef að nemandi alltaf með einhvern með sér til stuðnings eins og fagmann í stóðþjónustu eða stuðningsfulltrúa, þá getur það verið truflandi fyrir hin börnin sem eru með í hóp og gæti mögulega valdið þess að þau vilja síður hafa barn sem með stuðningsfulltrúa eða einhvern stuðning með sér inn í hópnum sínum. Og ég held að þetta atriði hefur nú bara strax verið skoðað og rætt og á í för með sér einhverjar breytingar á starfsháttum. En já, ég held að það sem sagt, þetta sýnir bara alveg skýrt fram á hvað er mikilvægt að hlusta á raddir barna og bregðast við þeim. Og einmitt þegar maður að gera einhvers konar breyting og einhverju þróun, að mikilvægt að sjá hvernig þetta virkar á börnin og hvernig þau sjá sína þátttöku í skólanum og svo framvegis. Þannig að við eigum bara mjög vongóð að fáum bara fullt af mikilvægum verðmætum niðurstöðum í áframhaldandi samvinnu við börnin. En þá ætlum við bara að þakka kærlega fyrir okkur og þið bara þá beinum spurningum til okkar í málstofunni. Segjum bara bless og takk fyrir okkur. Bless, bless.